Jæja, verið velkomin á samkomu. Það nú aldeilis veðrið sem við fáum og við ætlum að lofa Guð, við ætlum að gera það saman. Ég ætla bara að biðja ykkur að opna hjörtun ykkar og þakka ykkur fyrir að vera komin hérna. Það gott að mæta hérna á mánudögum og koma inn í þennan sal, þennan frið sem hérna inni. Og það ekkert betra heldur en að slá strengi og garga nafnið Jesú og Guð og þakka fyrir vikuna sem var að líða helgina og eru ekki bara til í þetta? Yes. Við ætlum að byrja á fyrsta laginu, við ætlum að rocka þetta. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name like a thief in the night. His thinking took my life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more soul, roll away, one more scene of it. This dead man, he did no longer, all because of that grave robber, yes he was. Or maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time, like a thief in the night. He is thinking, take your life, that resurrection gonna have you singing. Stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more storm, roll away, one more scene of it saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that grave robber. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it, taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and who did it? God did it. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, lost my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the grave robber, up from that rock bottom, lost my soul in that holy water. One more storm, roll away, one more scene of it saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that grave. Jesus is the rock, and he rolls my grave away, all because of that grave robber. Amen. Mikið stuð hér. Gaman að sjá okkur velkomin á United samkomu. Við ætlum að biðja fyrir bænarefnunum. Það mikið hægt að gera það. Nokkuð bænarefnum sem hafa komið. Og eins og þið viti kannski þá hann mási okkar sem að lést núna fyrir stuttu síðan og yndislega dóttir. Barsmóðar hans hér í kvöld og stelpan hefur verið að berjast fyrir lífi sínu líka. Það litla krút ótrúlega sterkt. Og ég man alltaf hvað mási var stoltur af henni, hvað hann var dugleg þegar hún var lág á spítalanum, en nú hún upp á spítala og þarf á bænum okkar að halda. Við trúum og að Guð læknirinn, hann snerti við líf hennar, hann gefur bara fullkomna lækningu inn í líf hennar. Ef við ekki að rísa til fætur, svo að biðja fyrir fjölskyldu sem var að missa sorgina þar, og síðan það fólk sem fleiri en eitt sem við erum að biðja fyrir, sem að óvinnur höfðu náð að bregða fæti fyrir, og en við vitum að við þekkjum það okkar eigin lífi, að Guð lætur okkur ekki friði fyrir hann búinn að reisa okkur við að nýju.
Amen. Faðir minn, bara þökkum við fyrir náðin og miskunn, þökkum við fyrir kærleikaðinn. Ég þökkum fyrir drottinu og fórum þetta tækifæri að koma fram fyrir þig hvenær sem er, hvar sem við erum niður komin, þá getum við tala við þig. Þú ert pappinn á himnum, þú sem ert með allt undir stjórn. Og ég bið þig bara drottin fyrir elsku Natalie sem hún er upp á spítala drottin. Ég þakka þér fyrir drottin, þú snerti við henni núna þar sem hún er drottin. Þessa litlu stelpu drottin. Og drottin minn, þú bara kemur með lækningu, fullkomna lækningu inn í lífi hennar drottin minn. Ég bið þig bara að laga súrefnismetturinn og annað sem þarf á að halda drottin. Og ég bið þig Faðir bara að þú snerti við henni, gefur henni síðan hvíld drottin, hún á að hvílast drottin. Þakka fyrir hún vaknar á morgun drottin bara eins og ný manneskja drottin minn. Ég bið þig bara Faðir að vaka yfir henni þess að hún er núna drottin. Blessaði mömmuna drottin. Þakka fyrir hana, þakka fyrir trú hennar, þakka fyrir trúfesti hennar og ég bið blessun yfir líf hennar. Megi hún bara njóta þess að vera hér í kvöld drottin. Lyfta litlu Natalie upp til þín drottin mín þar sem þú getur komið og gripið inn í drottin í Jesú nafni. Og Faðir, við biðum líka fyrir einstaklingu sem voru að missa drottin, biðum fyrir fjölskyldinu, biðum drottin að þau geta hvílt í Faðir með þínum drottin. Ég þakka fyrir drottin að þú minnir okkur á drottin þegar að þessi stund kemur drottin að muna eftir góðu og fallegu tímanum drottin minn. Og ég biði drottin að þau megi bara hvíla í sorginni hjá þér drottin, að þú drottin huggar þau, þú þurrkar tregatráður drottin minn í Jesú nafni. Svo biðum við fyrir einstaklingu sem að óvinnur hefur náð að fella drottin og við biðum fyrir þeim þar sem eru niðurkomnir núna drottin. Takk fyrir að þú lætur þau ekki í friði. Takk fyrir að þeir þekkja þig og vita hver þú ert drottin. Drottin við þau vita líka drottin að þau geta leita þín hvenær sem er. Eyrað þitt er ekki svo þykkt og höndin ekki svo stutt hún náið til þeirra drottin. Þess að reiðsögum við hann í Jesú nafni. Kollum bara blessunum við samkona, blessa orði hjá Laufi hér og eftir og biði bara drottin að þú megi gefa okkur eitthvað nýtt í dag drottin, eitthvað sem nýtt fyrir okkur drottin. Og ég biði bara drottin að það megi vera svona eins og endurnýja kraftur og endurnýju trú inn í líf okkar í Jesú nafni. Takk fyrir að við getum leitað til þín, takk fyrir að við getum beðið til þín, takk fyrir að við getum talað við þig alltaf í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum að láta fötuna ganga líka og svo taka samskott. Það gott að gefa inn í Guðs ríki, þið þarf ekki að segja ykkur það. Og það pósi hérna aftast þeir sem vilja gera þeim korti og síðan hér uppi bankareikningu. Svo ætlum bara að njóta kvöldsins og þetta vitið það, þetta efni sem ég veit svona hluti til það sem að Laufi ætlar að tala og ég ætla aðeins að koma og tala það líka. Og ég trúi því að sé bara efni sem við þurfum öll á að halda, þetta er svona hlutur sem við erum öll að bæði höfum verið að berjast við og að Guð megi gefa okkur svona nýja sýn á það. Og ég rosa spenntur fyrir að heyra þér eftir. Amen. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all. Come on, son. I call you Jesus, I call you healer, raising and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave.
time I call your name, Jesus. Jesus. Takk fyrir. Næsta lag heyrði ég hérna daginn og það íslensku texti við það og bara, já, ógeðslega gaman að fá svona ný lög með íslenskum texta. Þið syngi bara með en við erum líka svona glaðningur, ekstra glaðningur. Vinkona mín, hún Mirra, ætlar að koma upp á svið og syngja með mér og það er nefnilega málið að við kynntumst fyrir svona 15, 16, 17 árum, segjum bara 18, fyrir mig lengri það. 18 árin síðan og ég sá hana syngja einhvers staðar á einhverjum pub og ég hugsaði bara instantly bara, ég verð að þekkja þessa manneskju. Og síðan þá höfum við þekkst en út af því bara hvernig við völdum að lifa lífinu, þá fórum við náttúrulega bara í kjallarann og fundum síðan eitthvað göng þar niður og vorum þar að ráa og týnd í algleymi fíknarinnar og bara ömurlegt. En hér erum við núna, hún komst í meðferð á Hlaðgerðarkoti alveg svo ég og hjálpum stað að komast þarna inn og núna erum við bæði lifandi frjáls, frelsuð, glöð, hamingjusöm og við erum að fara að fá að syngja saman og við erum ekki bara að fara að syngja saman, við erum að fara að syngja saman til að lofa Guð sem bjargaði okkur báðum. Þannig að, já, endilega, komdu upp á sviðs, Mira mín. Amen. Gleði. Ok, byrjum við það. Lokið augunum, finnið fyrir textunum, lofið bara Guð, lofið yndislega Guð. Undursamleg nánd þín, fætur þína vil ég sitja við. Undursamleg heilög ásýn, ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, Jesús ekki skuldar þú mér neitt, meirinn allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég bara þig. Og ég iðrast, ég bið af gömlum manni. Ég iðrast, ég syng bara annað lag. Kem mér aftur lífið þitt, ég opna hjartað mitt í dag. Og ég iðrast, ég kem með eigin vilja og ég iðrast. Þú ert nóg en ég gleymi því, kem mér aftur lífið þitt, ég opna hjartað mitt í dag. Undursamleg nánd þín, heitur þína vil ég sitja við. Undursamleg heilög ásýnd, aldrei fara við. Blessun ekki bið þig,
Enginn sem þú, það bara þú. Enginn sem þú, það bara þú. Enginn sem þú, það bara þú. Enginn það bara sem þú, það bara þú. Enginn sem þú, það bara þú. Enginn sem þú. Og það bara þú. Enginn sem þú, það bara þú. Því enginn það bara þú. Undursamleg nám þín, fætur þína vil ég sitja við. Undursamleg heilög ásýn, ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, Jesus, ekki skuldar þú mér neitt, meir en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég bara þig. Yes, íslenskan maður, fallega. All my words fall short, I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song stays so I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah. I
I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. Sing it. It's all that I have. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my son, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Yes. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Hallelujah, come on, soul. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Praise the Lord, praise the So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Takk Jesus. Takk Jesus fyrir lífið.
Við hefum sérst sungið þetta saman einu sinni áður. Sorry. Og það er það besta við Guð. Maður þarf ekki einu svona að þekkja lagið. Ha, ekki einu svona að þekkja það. Við görgum það bara út og hann er bara eitthvað. Minn maður. Ha, þessi gæla hana, þið öll hérna. Við erum Guðs fólk. Það er bara hann, halleluja. Setjum lagið í gang, lofum Guð. Þetta er íslenska. Þig vil ég lofa. Hvernig viljum við lofa? Jesús. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin dimm, enginn hér. Og svo syngjum við þetta aftur. Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin dimm, enginn hér. Þið vitið hvað er að fara að koma? Let's go! Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Koma svo einu sinni enn, aðeins aðra. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn
er yndislegt. Marja mín, ég ekki að fara að græða þetta án vass. Hann kannski að græða. Ég verður að tjekka á hvort að ég fái vatn. Er allt á hreinu? Ég treysti alltaf á Marju ef ég á að tala. Annarkvort túlkurinn minn. Er ég í ljósinu? Ég er alltaf í ljósinu. Gaman að sjá okkur. Hetjur Guðs. Það er ekki sjálfgefið að taka frá tíma eftir svona sólardaga. Mér finnst það alltaf svolítið merkilegt hvað maður verður þreyttur sem þess að þegar maður búin að vera í sólinni. Takk, elskan. Takk. Maður verður stundum svo þreyttur maður búin að vera í sólinni. Við hefum ekki úthald í þetta. Maður er alveg bara búinn. Heyrðu, já, ég heiti Laufey og er stolt og auðmjúk að standa frammi fyrir ykkur og vera treyst fyrir nokkrum góðum orðum. Við Óli vorum að spjalla fyrir viku síðan, bara svona eins og maður gerir eftir United. Vorum að spjalla og fórum að tala föðurímynd. Föðurinn, náttúrulega Guð faðir okkar og faðir okkar á himnum, faðir vor, þú sem ert á himnum. Og þetta er stórt mál að tala föðurinn. Við erum búin að fá frábæra gestu og fengum svo góða gestu daginn frá Þýskalandi sem voru að tala heilagan anda. Við erum náttúrulega alltaf að tala Jesú. Og við kannski tölum ekki, við þurfum alltaf að minna okkar á, við þurfum líka að tala föðurinn. Og ég man með þetta þegar Finni var að tala milli lagaðan. Þetta, þú veist, hann langar svo að heyri í okkur. Hann bara er alveg bara, yes, vel gert strákur. Og ég man eftir því þegar ég var búin að vera trúuð innan við ár og ég man hvað ég var að keyra. Ég var að keyra frá veginu minn í Hafnarfjörð og ég var það sem að Smáralindir í dag, var ekki Smáralindir þegar ég var nýfrelsuð þarna held ég. Allan að ég var þarna á þessu svæði og ég var eitthvað að biðja og ég var eitthvað að æfa mig að biðja út þegar ég var bara að læra að biðja. Og það var búið að segja við mig að þetta biðja bara eins og barn vegna þess að ég var í barn Guðs. Og ég var að biðja og ég sagði orðið faðir, Abba faðir. Og ég fann allt í einu, og svona, þið viti hvernig þetta er þegar maður fær opinberun. Eða, þú veist, maður fær 50 setningar á, þú veist, 2 sekúndum og þetta var svoleiðis. Og ég bara vissi það þegar ég sagði hana, Abba faðir, faðir minn. Og á því augnabliki vissi ég að hann mun alltaf elska mig. Og ég væri uppáhaldið hans. Og vá hvað hann var hrifinn af mér. Og hvað hann vildi heyra röddina mína og hann vildi heyra mig tala við sig. Og mér dettur í hug vegna þess að ég á nokkuð barnabörn og stundum gista þau og eru bara eða í heimsókn. Og mér finnst svo frábært að stundum er ég að elda eða græja eða vesinast eitthvað. Og ef þau eru svöng og ef ég er að tala við einhvern, ef ég er að tala við manni minn bara og við erum að tala saman, þá komaðu bara, amma ég er svangur. Eða amma, komdu, þátturinn er búinn, komdu, þú veist, og skipta þátt, eða, þú veist, og maður búinn að segja, nú horfir þú á þennan þátt og klára þáttinn, amma er upptekinn. En hann kemur samt og segir bara, amma, þetta er leiðilegur þáttur, við skiptum þátt. Og ég alltaf bara, auðvitað elska mig. Og bara fullvissa þeirra að ég mun stoppa hvaða samtal sem ég er í eða slökkva eða færa pönnuna af hellunni til að sjá þau eða heyra hvað þau hafa að segja. Þetta er mín svona upplifun af föður mínum á himni. Að sami hvaða verkefni hann er í þarna á himnum, þá veit ég það að hann hefur áhuga á hvað ég hef að segja.
vegna þess að ég er dóttir hans, ég er barn hans. Og þetta er svo stór hluti af bara að komast, hvað maður að segja, að bara finna að ég, Laufey, hann bara elskar mig og ég verð sátt í sjálfri mér. Ég var með alls konar kompleksa áður en ég frelsaðist, ég var með alveg bara eins og við öll, var að takast á við sjálfa mig og hvað öðrum fannst og mín upplifun. En þegar faðir minn, sagðist elska mig alveg eins og ég væri og það bara fór inn í mig einhvern veginn og ég bara, vá, hvað ég var elskuð. Og ég er enn á þeim stað, 30 árum eitthvað seinna, hvað er búin að vera frelsulengi? Frá 90 eitthvað laus. Ég er ennþá á þessum stað að ég veit það að ég er stelpan hans og ég er uppáhaldið hans. En Hilma er líka uppáhaldið hans. Og Siggi er líka uppáhaldið hans. Og Manni, við höfum þennan aðgang að geta gengið á honum og bara, hei, nú þurfum við að tala saman. Eða þá, ég er í rosalegri fílu, ég þarf að tala við þig. Og ég var að hugsa þetta aðeins, þegar við Óli vorum búin að tala um þetta, það er svona þrjár tegundur af feðrum. Það er blóðfæður okkar sem að fætt okkur, eða tók þátt í því, og sem er blóðfæður okkar, sem að við kallum bara blóðfæður. Svo er andlegi feður. Andlegi feður geta verið þeir feður sem eru ekki blóðfeður okkar, en geta verið föður ímynd. Og við eigum öll örugglega einhvern svona andlegan föður. Svo er föður ímynd og það er svona þjálfarar, kennarar, getur verið vinir, afi, mínu tilfelli var afi, móðurafi minn, hann var svona besti afi. Þannig hann er svona föður ímynd, og oft hugsa um þetta sem fyrirmyndi líka, sem ég ætla að minna ykkur á það, að næsta mánudag þá verður maður í Pontu sem á geggjaðan vitnisburð, hann John Engari, og hann er svona fyrirmynd, alveg frábær fyrirmynd, þótt hann byrjaði að selja dóp 6 ára. Þá er lífið hans svolítið annað í dag og hann er mikil fyrirmynd fyrir marga. Og hann er alveg, hann er einn af þessum mönnum sem ég þekki sem er bara, vá, hann er svo mikið fyrirmynd. Hann er svo mikið faðir margra barna. En það er engin faðir fullkominn. Og er ykkur feður hérna? Er ykkur feður hérna? Já, það er nokkru feður. Er einhver hérna sem eiga blóðfaðir? Við erum öll. Og það er þetta að við erum, ekkert okkar er fullkominn, öll höfum við bresti, við erum svona með brak og bresti og feður okkar líka. Og það eru margir flokkar, og ég skrifaði eftir að tala af Óla og puntaði til niður fyrir mig að faðir sem er fjarverandi í lífiðinu, kannski hefur faðirinn dáið eða hann bara fór, kannski voru veikindi, kannski er hann að glíma við veikindi, þannig hann er í raun og veru ekki nærverandi, út í hann að takast á við veikindi eða fíkn. Og fíkn tekur stað, svona eins og upplifir að fíknin tók þinn stað, glíma við áfengis, fíkniefni, klámfíkn, spilafíkn, einhverja fíkn sem að fær tíman, fær hann fram með þig. Og svo er það þessi pabbi sem er alltaf svo rosalega næs, hann þolir ekki átök eða konfronta, hann vill ekki ala þig upp eða gefa þér, vera uppálandi, hann bara ætlar að vera þarna bara á þess að kannski taka ábyrgð og bara lúffar einhvern veginn og lætur sig hverfa. Svo er það sjálfselski pappinn sem er alltaf upptekinn af sjálfum sér, hann er alltaf að rækta sjálfan sig, hann er í golfinu eða hestunum eða hann er að ganga eitthvað í ræktinni og það fara öll hans orka og peningar fara í hans sjálfan. Þannig að það er ekkert afgangs fyrir því. Og svo er þessi partípappinn, það er sá sem er alltaf stuði, allt svo gaman, svo skemmtilegur, að allir vinir er alveg bara, pappið þinn er svo skemmtilegur, en þú ert alveg bara, já, en ekki var hann er pappið þinn, sko, út af því að
hann vill eiginlega ekki vera pappina, þetta bara vera vinuðin, sko. Og svo það stjórnsami, það svona kontról, yfirvald. Þú þarft að standa þig og það alltaf svona eins og militærlíku, sko. Að þú þarft að vinna þig inn og þú ert aldrei nógu góður. Og allir þessir, þú veist, og svo hefur það hefur áhrif þegar maður síðan frelsast. Og ég man þegar ég kom í kirkjuna og ég tók á móti Jesú og var að fara að tala faðirinn og einmitt þetta með Abba faðir, áður en ég uppgötaði hvað faðir minn á himnu elskaði mig mikið. Þá einmitt sko var ég dálítið klípu alveg bara, faðir, verði ég að kalla hann faðir eða pappa? Svona, já, þannig ég þurfti að takast á við og ég held að við séum mjög mörg sem þurfum að takast á við að við tökum mynd okkar af pappa okkar í uppeldinu eða ekki uppeldinu og við svona þegar við kynnumst föðurinn á himninum þá förum við að reyna að eiga samskipti við faðir okkar á himninum út frá því bara ok, hann er að fara að dæma mig eða það honum er alveg sama eða hann er náttúrulega bara upptekinn af stríðinu í heiminum, hvað heldur að, þú veist, það er bara ómikið að gera hjá honum eða það er bara aðrir hlutir sem koma fram fyrir mig. Þannig að þannig við gerum það stundum öfugt. Í staðin fyrir að við tökum pappa okkar jarðneska föður og þú veist, myndina af honum og förum þannig að reyna að horfa á Guð föður okkar. En í staðin þá eigum við að kynnast föður okkar á himnum og láta það hafa áhrif á okkur og hvernig við sjáum systkin okkar, vin okkar, feður, móðir og bara þannig við eigum að taka frá föður okkar á himnum og láta hann gefa okkur næringuna og upplýsingarnar og þekkinguna og opinberuna hver við erum og hvaða gjafir og hæfileika við höfum og fólki í kringum okkur. Og svo þegar ég var að lesa núna í vikunni og já, við erum með alls konar sár líka, við getum verið með sár, náttúrulega. Manni klikkar að setja klukkuna mér nokkuð. Nei, aðja, þið látið mig vita. Það var, ég var að lesa í Efesus og þá las ég þetta út frá því við vorum búin að tala föðurinn og þá fannst mér þetta svolítið merkilegt að í Efesusbréfinu 4 þá stendur að ég bið Guð drottins vors, Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og upplýsingar svo að þið þekkið hann. Ég bið að hann upplýsi sjón hjarta svo að þið sjáu hversu von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrleg arfleið hann ætlar okkur meðal hinna heilugu. Og þetta svona bæn sem að þú getur tekið þegar þú ert að glíma við sjálfsmyndina eða eitthvað úr fortíðinni að biðja Guð, Jesú Krist og föður dýrðarinnar að gefa okkur, gefðu mér anda speki og opinberuna að ég fái þekkti, faðir. Þú veist, þetta er bara bæn. Ég vil þekkja þig. Ekki bara það, ég biðja líka að upplýsa sjón í hjarta mér vegna þess að það er sko geggja að þetta kemst í hjartað í hvað verður kallað mig drottin og svo því ég held áfram að lesa þá kom hann að lesning sem ég ætla á Ólum að koma að þá fór ég að lesa heiminn og það stendur yfirskriftin er nýtt líf og ég fór alltaf að lesa þetta út frá því sem ég var að hugsa þessar mismunandi tegundar af feðrum sem eru í kringum okkur og við veitum alveg, þú veist, ég þarf ekki að útskýra neitt mikið, við eigum vini, ættingja, kunningja sem við vitum að föður ímynd þeirra er kannski bara rosalega brotin. Og í Efesus 4:17 þá segir, þetta segi ég þá og vitna í nafn drottins, þið megið ekki framar hegða ykkur eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus, skilningu þeirra blindar og þeir fjarlægi lífi Guðs vegna vanþekkingar sem þeir lifa í og harðnað hjarta.
Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sér lostalífi svo að þeir fremji alls konar siðleysi af græðgi. Þannig þeir sem eru að takast á við alls konar hluti, þeir eru ekkit endilega að hugsa ég þarf nú að eyða smá tíma með þér og hérna, þeir eru algjörlega blindaðir, kannski í losta, í fíkn, í sársauka, í ykkur svona málum sem að, þannig að og þú stendur bara og ert að reyna að veifa og segja ert til að eyða tíma með mér. Og það er verið að tala líka þetta að það er þessi heimurinn er svo grimmur og þess vegna finnst mér fyrst sem hann segir hérna í Efesinsbréfi er það að hvað við eigum að sækjast eftir að fá opinberun og næringu frá föðurnum og biðja hann að gefa okkur hver við erum í staðan fyrir að vera bara pabbi hringi pappa og reyna að fá sambandi við hann, hefur tíma til að hitta mig, ég þarf að finna mig. Taktu tíma í bæn og biddu Guð að sýna þér hver þú ert og hvaða hæfileik og gjafir eru í þér. Stundum verður þetta svona vonlaust barátta að berjast við heiminn og berjast við fíknina og sársaukann og veikindin. Þannig að við skulum draga frá himninum, draga frá Guði, draga frá föðurnum. Og hann segir hérna í lokin á hvar ætlaði ég að enda hérna? Að við, út af því að við viljum lifa sigrandi lífi. Við viljum komast lengra heldur en sársauki fortíðarinnar. Og hann segir hérna 31. versi, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lasmæli vera fjarlæg ykkur og alla mannversku yfirleitt. Verið góðviljuð hvort við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur Kristi fyrirgefið ykkur. Og þetta er eitthvað sem þetta er ekki, hvað maður að segja, eða ekki svona bara good to have. Þetta er bara lífsnauðsynlegt. Þetta er lífsnauðsynlegt fyrir okkur til að sérstaklega erum að takast á við eitthvað úr fortíðinni. Það er að bara ég ætla að lifa sigrandi lífi og það er Páll postuli, hann hefur skrifað alveg helling hvernig góð ráð, hvernig við að haga okkur, hvernig við að takast á við heiminn í hjartanu eða sálinni eða tilfinningunum sem að við höfum vanist kannski bara, það er bara vaninn að öskra eða garga eða sparka eða vera með hatur og kjaftaði. En Jesús hefur betri ráð. Óli, þú varst líka, vorum að skoða þetta með föðurinn og komdu og taktu við. Tala föðurinn. Og þetta ég og Óli erum systkini, og við hefum sama pappa. Sjá ekki hvað eru lík. En við hefum líka, ég á líka saman pappa og María. Og ég á líka saman pappa og Einar og Manni. Og það er svo gott að við getum deilt föðurnum. Amen, yndislegt orð. Þetta er já, við vorum að ræða þetta síðustu viku. Þetta er kannski svolítið viðkvæmt mál með föðurinn. Og ég var á móti síðustu helgi. Og já, er ekki síðustu, það er þar og þar. Ekki núna helgin en þar og þar. Svona kallamóti. Og það voru allt svona eldri menn. Svo ykkur að ég var á sama aldur og þeir. Þannig að ég var einn af þessum eldri mönnum. og það er mjög athyglisvert að það var með sér að vera að taka svona tilfinningar og svo með föðurímyndina. Og það voru svona 5 atriði sem að tala föðurinn, fjarlægi faðirinn, sem að getur verið uppeldismál. Tilfinningafjarlægi faðirinn, gagnrýnandi faðirinn, svona trúræknispabbi, ofbeldisfaðirinn, faðirinn sem er með andlegt og líkamlegt ofbeldi, og svo faðir í fíkn og er ekki til staðar. Svona flótt í fíknina geti ekki ábyrgð bara yfir höfuð. Og ég er búinn að hugsa þetta svo mikið að því að mörg okkar er að berjast akkurat við þetta.
en Guð algóður faðir. Og á þessu móti þá var líka verið tekin sagan týnda soninn. Og sem kom heim og búinn að eyða öllum peningunum sem hann hafði fengið. Fyrst bað hann faðir sinn að deila, hann vildi fá arfinn sinn og hann tók hann og fór með hann og eyddi honum og kom svo tilbaka og vildi vera frekar einn af daglegumönnum föður síns heldur en að vera að borða með svínunum það sem hann var. Og það snerti svolítið við mig þessi saga því að mörg okkar að berjast við uppeldislegan föður, því sem við höfum lent í. Og það reiði og það biturleiki. Og það allt öðruvísi tími núna heldur en var áður. Þegar ég var ungur maður, þá var faðir minn, hann var kallaður svona skaffarinn, hann skaffaði fyrir heimilið og móðirinn hún var heima og hugsaði börnin sín. Og þannig var það alla tíð. Og því meira sem að barátta var að skaffa í búið, því kannski fjarlægari var faðirinn. Og það gafst, alveg eins og Laufey sagði, það kannski gafst ekki tími til þess að fólk geti sýnt tilfinningar. Og ég var að hugsa pappa minn sem var nú bara yndislega góður maður, en hann gat verið grótarður líka. En á sama tíma þá var það okkar samskipti allt öðruvísi út af því að hann var mjög mikið fjarverandi. Og síðan uppgötti á þessu móti að það óbóðslega margir menn sem eru ennþá að berjast við sársauka fortíðarinnar gagnvart föður. Og að því vorum að tala á sama tíma á þessu móti vorum að tala týnda soninn og þá hugsaði ég bara, ég ætla að taka pappa minn og ég ætla að setja hann í týnda soninn. Ekki sem faðirinn í þessari sögu, heldur sem týnda soninn. Hvað þekki ég sögun hans? Hvað þekki ég sem búin að gerast í hans lífi þegar ég kem í heiminn? Og þá maður sem kom til mér og svo móti sagði við mig, hann hafði heyrt bara fyrir nokkrum ár síðan að faðir sinn hefði verið misnotaður á hræðilegan hátt þegar hann var ungur maður. Getur það kannski skýrt svolítið af hverju barátta hans var svona fyrir lífinu og af hverju uppeldis þátturinn var svona? Við verðum einhvers staðar að byrja, annars verður þetta bara endalaust. Hugsum aðeins út í þetta, verður endalaust. Að við berjumst í fortíðinu og reiðina, en stundum eru bara skýringar sem við vitum ekki Það eru bara hluti sem að gerst í lífi fólks sem við vitum ekki sem mun hafa áhrif á umgengni þeirra og framkomu þín gagnvart þér. Við þekkjum það, svo mörg hér inni með fíknina. Þú veist, ég skrapp á allavega 3 mánuði í Svíþjóð og kom heim eftir 10 ár. Og mín 4 börn fengu að upplifa það að vera skilin út undan og eftir. Það var fíknin sem tók stjórnin af mér. Og mér finnst gott að vera týndi sonur sem kem heim og faðmaður og fyrirgefið. En á sama tíma þá þurfum við að setja stopp sjálf í þessari baráttu. Og ég man með pappa minn sem átti mjög erfitt, blessuð sé minning hans, að sýna tilfinningar. En við getum bara að opna svolítið vel fyrir þetta líka. Því ég man eftir þegar að bróðir minn dó, hann dó úr neyslu, 31 árs, og ég var edrú á þessum tíma og kom á honum þar sem hann var látin. Og fyrsta sem ég hugsaði því ég lappa út að ég er með fjölskyldu sem á mjög erfitt með að sýna tilfinningar. Ég á foreldra og sérstaklega pappa sem getur bara ekki sýnt tilfinningar. Hann er svona starfsmaður á heimilinu, eins og kvöldlega. Og ég fór niður í skúr til hans, hann var alltaf að vinna eitthvað í skúrnum og taka til pantanir. Og ég segi, pabbi, þú voru að koma inn, við verum að spjalla saman. Og segja, hvað er í gangi? Hann var svolítið líkur mér, svona fljótur, alltaf að, komdu bara með þetta, hvað er það sem er í máli? Og ég segi, pabbi, þú voru að koma inn. Og hann rembust á móti og svo sagði hann, pabbi, ég verð að tala við þig og mömmu saman, komdu bara inn. Og svo mani þegar við löppuðum upp, svona halla frá bílskúrnum upp að útihörðinni og þá finn ég alltaf þegar hann grípur í hendunum og kreistir hana. Hann vissi nákvæmlega hvað var að gerast. En upp frá þessum degi þá breyttist okkar samband algjörlega. Leið og hann opna hjarta sitt og síni tilfinningar og þá breyttist allt okkar samband sem var alveg til þannig að hann fór og þegar hann lést. Og þetta vakti svo mikið í þessar móti sem var núna, hvað er mikilvægt að við séum ekki að berjast ein við þetta. Sá sem kendi á þessu móti talaði að við þurfum alltaf að eiga eitt pál, það er að eiga eitthvað leiðtoga, við þurfum að eiga andlega leiðtoga, eitthvað sem aðilinn sem getum leitað til.
með okkar hluti, að því við erum svo óbúslega mörg að berjast við sársauka fortíðarinnar og sérstaklega gagnvart föður, og þetta er erfitt eins og Laufey var að tala þegar samsetningi kemur að þú tala algóðan Guð. Þú veist, allir hafa syndgað og skorti Guði stýrð, allir menn hafa syndgað, og Guð fyrirgefur okkur í syninu Kristi Jesú, og við þurfum að láta það ganga yfir allt sem í kringum okkar líka erfiðu hlutina, líka fólki sem hefur brotið á okkur, líka fólki sem hefur komið illa fram við okkur. Við verðum að opna fyrir að það sé ekki bara stál í stál. Við veljum að fyrirgefa, við erum ekki að samþykkja neitt, en við veljum að fyrirgefa, og þá er boltinn farin frá okkur. En hann gefur líka möguleika frá hinum aðalunum að sýna yðrun, koma fram fyrir biðjast fyrirgefningar, alveg eins og Guð fyrirgaf okkur, þá skulum við fyrirgefa öðrum. Og ég held að það sé mjög mikið, og þetta sérstaklega þegar það kemur að þessu máli gagnvart föður. Þetta er svona hluti sem má lítið tala það er ekki margir sem tala það. Svo ferum við, og það er nú einn yndislegur bróður hérna sem var með mér á mótinu hérna, og við fengum bara að upplifa svo stórkostlega hluti. Við fengum að upplifa bara kallmenn opna sig fyrir akkurat þessum hlut. Þetta voru bara kallmenn þarna, og það var svo stórkostlegt að fá að sjá það. Það var líka sárt og erfitt að sjá það. Hversu margir eru búin að bera þennan sársauka í svo mörg ár. Hugsið ykkur ef við bara gerum þetta þannig, við ákveðum það í dag, að í dag ætla ég að taka faðir minn, sem er kannski ennþá á lífi í þínu tilfelli, og ennþá er reiðin og biturleikinn gagnvart honum, eða jafnvel öfugt. Við mögum heldur ekki gleyma því að við kannski vorum ekki skemmtilegasta uppeldis prósekti sem til var. Allavega var ég það ekki, sífellt barátta með mitt líf. En á sama tíma þá skulum við gera það, svona færum þessa mannesku bara inn í týnda soninn. Hvað gerðist? Hann tók á móti honum, hann tók utan um hann heiðraði hann, slátraði alíkálfunum, setti ring á fingur honum. Horfum á þetta þannig, gleymum ekki að allir hafa einhverja fortíð, allir hafa lent í einhverjum erfiðleikum í sín lífi, og það var líka feður okkar og maður gert. Þannig að það er gott að hafa þessa hugsun það að Guð getur komið inn í svona kringumstæður og komið með bara yndislega lausn og lækningu. Við ekki að rísa hans væði, ég ætla að biðja. Bara Faðir, við bara þökkum þér fyrir náðin og miskunn, við þökkum þér fyrir drottin að þú ert alltaf til staðar fyrir okkur. Faðir, við leggjum bara einn og sérkvæmt sem er hér inn og þeir sem eru að horfa hér í kvöld, drottin. Faðir, við bara þökkum þér fyrir að þú gefur okkur kjark og þor til að stíga fram. Þú gefur okkur, drottin, kjark og þor til þess að taka fram, drottin, erfiðleikana sem er í lífi okkar, lyfta þeim til þín, drottin, og þú munt vel fyrir sjá. Og Faðir, við bara blessum fjölskyldur okkar, við blessum feður, við blessum mæður, drottin, mæður okkar. Sama hvað við gerst, drottin, gefðu okkur að við mögum hafa frið í hjarta, við mögum ganga, drottin, frá með kærleika, með elsku, með vináttu, með umhyggju, drottin. Og ég biðji bara blessun yfir einn og sérkvæmt sem er hérna inni, drottin, í Jesú nafni. Á sama tíma þá biðji Faðir minn að þú megi snerta við líf okkar. Biðji, drottin, að þú megi sýna okkur akkurat það sem við erum búin að vera að tala í kvöld og Laufey vera að tala drottin, að við horfum á þetta frá nýjum vinkli, drottin, að við horfum á þetta ekki sem eitthvað geranda heldur, kannski meira sem er fórnalap einhverja hluta sem við skiljum ekki og vitum ekki drottin. Faðir, þú hefur gefið okkur styrk og kraft þegar þú tókst á móti okkur, þú ert okkar faðir á himnum, þú ert pabbi á himnum, og við veitum að þú heldur utan okkur í gegnum þessar hluti, drottin. Og ég biðji þig, Faðir minn, að við mögum bara fá lausn og lækningu inn í þessar kringumstæður í Jesú nafni. Gefðu okkur fyrirgefningun í hjarta gagnvart fólkinu sem í kringum okkar er. Fólk sem hefur gert á hlut okkar. Bara, drottinn minn, ég biðji bara að gefa mér styrk og kraft til þess að fyrirgefa. Fyrirgefa er að gleyma, taka aldrei upp aftur. Bara blessunum við einn og sérkvæmt í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Og við erum hér til þess að biðja líka. Og þeir sem vilja fá fyrirbæn, og það er gott að fá fyrirbæn akkurat út af þessum hlut. Kannski hefur þetta kannski ekki farið sérlega vel í þig. Það getur verið hatur í líf okkar, það getur verið svo margir hluti sem er að gerast í líf okkar. Við þekkjum ekki neitt. En mundu það að gerandarinn þínum er líka erfiðleikar og voru erfiðleikar. Ég er ekki að segja við að sætta okkur við svona hluti, alls ekki. En við verðum að taka skref, og það er mikilvægasti hluturinn á öllu. Við getum dvalið í svona erfiðleikum, við getum dvalið í svona þunga og byrðum og ásökunum svo mörg ár, en við verðum að stíga skref. Og er þetta ekki frábært atriði að taka gerandan og setja hann inn í týnda soninn?
Er það ekki frábært? Er ekki akkurat þannig sem Guð tók á móti okkur? Sem týndu synirnir. Týndu dæturnar. Amen.